Nú unnið að uppsetningu á nýjum gegnumlýsingarbúnaði í flugstöð Leifs Eiríkssonar en það gert til þess að uppfylla kröfur aukið öryggi. Hilmar Bragi var upplýstur málið. Segðu mig frá þessum breytingum á þessum kerfum hjá okkur. Hvað þið að gera? Já, núna erum við með stórt verkefni í gangi í farangurskjörfunni og það verkefni sem snýst það að skipta út gegnumlýsingarvélunum okkar, gömlu gegnumlýsingarvélunum fyrir nýjar. Vegna þess að það ný reglugerð sem tekur gildi núna, bæði 1. september 2022 og 2023 og við erum búin að vera í undirbúningi fyrir þetta verkefni síðan 2016 þegar við byrjuðum að spá í hvað gegnumlýsingarvélar við ætluðum að kaupa og skrifum síðan undir samning við Birgja fyrir farangurskjörfið sjálft 2021 og síðan þá hefur allt farið á fullt að skipuleggja og hanna farangurskjörfið sem að passar utan þessar gegnumlýsingarvélar getur tekið á móti þeim fjölda tasknæðar sem munu vera hérna á komandi árum og hjálpar okkur bara að vaxa til framtíðar. Við erum að nota svipaða hugmyndafræði og við vorum að gera í stóru verkefni sem var hérna 2012 þar sem við erum að vonast til þess að geta tekið á móti öllum töskum sem komi gegnum innritun á meiri hraða og að vera svona betur til þess fallin þegar eitthvað klikkar. Það alltaf eitthvað sem getur klikkað en við erum að búa til kerfi eða hanna kerfi og setja upp kerfi sem með svona gefur okkur meira rekstraröryggi en við höfum verið að lifa við áður. Og þessar gegnumlýsingarvélar þetta ekki smásmíði, þetta eru 3 gegnumlýsingarvélar sem taka við farangrinum hérna frá farþegum úr innritun og svo þetta ein gegnumlýsingarvél sem skimar svona tengifarangur. Við náðum þess að mjög stórum áfanga núna, 17. október síðastliðinn, þar sem að við fórum live með fyrstu nýju gegnumlýsingarvélina. Hún hérna á bak við vegginn, engin smásmíði eða 7 tonn að þyngd og allt ferðalag hennar hingað hefur verið skemmtilegt að fylgjast með og svona flókið að skipuleggja en við erum sem betur fyrir mjög öflugt teymi sem hefur verið í því og bara sem dæmi að koma áður en við förum að tengja svona vélar við farangurskerfið sjálf. Að koma henni bara, það eitt að koma til landsins en að koma henni síðan hérna inn, taka mótinni hérna á svipum slóðum og brottfararfarþegar eru og þurfum að fara með henni alla leið inn í komufríhöfn og þar í gegnum vegg og á flísum og auðvitað ætluðum við ekki að skilja eftir okkur slóða á brotnum flísum og það gekk rosa vel en það var líka bara, það voru margar hendur sem voru að vinna þetta verk og þurftum að blása svona upp, ég veit ekki eins og hvað kallast, svona rúllur til þess að koma þeim hérna áleiðis. En þetta gekk mjög vel og 17. október gátum við allan að fagna því að fyrsta vélin komin. Næsta vél, við reiknum með að við séum að taka hann í notkun núna fyrir jól, bara stuttu fyrir jól og svo í rauninni þriðja vélin sem tekur við farangri frá farþegum hérna úr innritun að koma í, lok apríl, cirka. Svo förum við í rauninni í hérna tengiarminn af farangurskjörfunni. En verkefni snýst meira en bara það að skipta út vélum. Þetta í rauninni algjör yfirhalning á kerfinu fyrir utan svona síðasta punktinn sem flokkarinn. Við erum að skipta út öllum stýringum í farangurskerfinu og við erum að skipta út í rauninni færiböndunum, við erum að búa til meira pláss. Farþegar hafa eflaust tekið eftir því að við höfum tekið pláss af komufríhöfninni. Það var vegna þess að við þurftum meira svæði til þess að koma gegnumlýsingarvélunum fyrir. Við gátum ekki fresta því út af reglugerðum því að við þurfum að fá þær í notkun fyrir 1. september 2023. Þannig að allur tíminn og allt þetta umstang sem við erum búin að vera að standa í núna á síðusta árinu eða svo, það til þess að koma þessum gegnumlýsingarvélum í gang og að uppfæra farangurskerfi í kringu það. Þetta þá hertari kröfur sem verið að setja á okkur með því að þið eigi að taka inn þennan nýja búnað? Já, þetta eru kröfur sem eiga við alla flugvelli í Evrópu og þetta sem sagt, kröfurnar snúast það hvernig myndgreiningatækni í þessum vélum. Þetta eru allan þar sem við höfum verið að nota, þetta eru svona X-ray vélar og þessar gömlu vélar sýna mjög góða mynd af því sem í töskunni, þetta er bara svona X-ray mynd, gegnumlýsingar mynd, en þessar nýju vélar eru með bæði betri myndgæði og við fáum svona þrívíddarmódel á töskunum, en það er líka þannig að við getum, vélin hægt að segja smartari. Vélin tekur betri ákvarðanir og það þessi ákvarðanartaka sem orðin úrelt í gömlu vélunum. Við erum með verkefni líka inn í innritunarsalnum sem snýst það að skipta út kíóskunum og það í raun og veru kíóskar sem flugfélög nota til dæmis Icelandair og Player að koma inn í þar sem við getum innritað okkur sjálf og fengið út töskumiðan
og farið síðan hérna á innritunarborðin og afhent töskuna okkur sjálf. Og þessi ferill langoftast miklu hraðari heldur en þegar þú þarft að mæta með töskuna eina og ekki búin að innrita þig og kemur í röð og þarft að bíða. Seinni parturinn af því verkefni að við erum að skipta út þessum selbagdropp sem eru hérna fyrir aftan okkur og það eitthvað sem við sjáum bara framtíðin. Við viljum að farþegar afhendi töskuna sína sjálfur og við sjáum bara að þeir sem prófa það eru mjög ánægðir með það af því að þeir komast fyrr í gegn og þeir þurfa ekki að standa í biðröð. Þannig að það tengt verkefni líka í þessu stóra batteríi. Og það að fara að gerast núna eftir áramótin, þannig að við sem ætlum að fara hérna flugvöllinn svona fyrstu 3 mánuðum ársins, við eigum eftir að sjá okkur breytingar. Þið eftir að sjá breytingar, já, það verður spennandi tímar sko hérna eftir áramótin vegna þess að tengt þessu verkefni með gegnumlýsingavélarnar og eins og það sem ég sagði áðan með að við þurfum að vera að skipta út stýringum og svona, þá þarf að skipta út svona hlutum í einu. Það ekki hægt að taka bara kannski eitt innritunarborð í einu, það gerur voða lítið þegar þetta síðan fer allt á svipaða stað. Þannig að í lok janúar þá þurfum við að loka í raun og veru öllum þessum borðum sem við sjáum hérna, sem helmingurinn af borðunum sem við erum að nota í dag. Og það þýðir að við erum bara að fara að innrita alla farþega á helmingum af innritunarborðinu sem við höfum. Og auðvitað það áskorun og við erum að sjá aukningu í farþegum en þetta rosalega spennandi verkefni og flókið verkefni þar sem að þurfa aðilar að koma að ekki bara frá Isavia heldur líka frá afgreiðsluaðilunum og reyna átt að sjá því hvernig látum við salinn ganga upp, hvernig látum við þetta vera sem minnsta rask fyrir farþegana en það þýðir líka á þessum tíma þar sem við lokum innritunarborðunum, helmingnum af innritunarborðunum að þá verður svolítið öðruvísi umhverfi. Það öðruvísi leiðarakerfi, það er öðruvísi afhending, við reynum að veita meiri þjónustu í salnum og allt með því markmiði að farþegar fari ekki í neina tafir, þurfi ekki að bíða ekstra lengi í innritunarsalnum og að við látum verkefnin ganga.